Hér er kominn Ísak Gottsk Rögnvaldsson, stórbóndi á Björk í Eyjafjarðarsveit, en hann hefur vakið mikla athygli fyrir hænsnarækt, en þá sérstaklega fyrir þær sakir að hann er aðeins 17 ára gamall. Vertu velkominn, Ísak. Takk fyrir. Ísak, hvernig hófst þetta hænsnaævintýrið þitt allt saman? Það var þannig að ég var alltaf á suði með pappa að fá ykkur húsdýr og hafði mikinn áhuga á dýrum, sérstaklega. Og svo áttum við alltaf hænur og ég bara byrjaði að sjá þær og hafa áhuga á þeim. Og hvað varstu gamall þegar þú fyrst byrjaðir að hafa áhuga á þessu? Svona 9 ára, 9 til 10. Er sveitamennskan þér í blóð borin? Nei, reyndar ekki. En ég byrjaði ungur að vinna á Ytri-Tjörnum sem er kúabú rétt hliðina mér. Fór þangað 9 ára og spurði um vinnu. Það var ekkert að gera við sumarið, þannig að. Þau voru bara ánægðar með að fá nýjan vinnumann, eða? Já, ég byrjaði bara að gefa kálfunum og reka kýrnar inn. Já. Nú hafa hænur og egg verið svolítið í fréttunum seinasta hálfa árið. Hvað er það svona sem ber helst að hafa í huga varðandi hænsnarækt? Að það er að þeim líði vel, komist út, sé þurrt og sé alls ekki á þröngt að þeim. Er það miklar félagsverur? Já, mjög miklar. Það er styðast mikið við hvora aðra og treysta á hvora aðra. Og er alveg munur hæna á milli, persónuleika og... Já, mjög mikill, finnst mér. Og það eru nokkrar sem svona eru í sérstöku uppáhaldi og búin að nefna svona flestar. Komdu með dæmi nafn? Hún Arna er í miklu uppáhaldi. Hún var eina sem kom úr útungun og eitt sinn og hún var elti mig út allt yfir heilt sumar og er mjög gæf ennþá. Nú ert þú í verkmenntaskólanum á Akureyri, ekki satt? Jú. Hvernig fer námið saman við hænsnaræktina? Bara mjög vel, sko. Þetta er svo lítil vinna þannig séð. Þetta er bara svona meira hobby. Bara gefa á henni fyrir skólan og svo þegar ég kem heim. Hvað sérðu svona fyrir að framtíðin byrji skauti sér? Eftir VFM þá ætla ég að stefna á Hvanneyri, búfræðinginn og bara búa í sveit og vera með kýr og búskap. Njóta blíðunnar? Já. Það gerist nú ekki mikið betur en það. Nei. Ég vil bara þakka þér kærlega fyrir komuna, Ísak. Takk fyrir.